Góða kvöldið, velkomin í loftsalinn í kvöld á 7. fyrirlesturinn hjá okkur í Daniels bókarnámskeiðinu. Við munum fara núna í gegnum 8. kafla Daniels bókar. Eins og við sjáum þá titillinn Lengsti tíma spádómsreikningarinnar og við ætlum að kíkja aðeins á þann kafla. Kafli 8 í Daniels bók byrjar á því að ég ætla að fara stuttlega yfir hann, að það hrútur sem með 2 horn og það geithafur sem kemur og ræðst á hann og hann með 1 stórt og mikið horn sem brotnar og í stað þess koma 4 horn og síðan kemur allt í einu annað horn inn á myndina sem gerir ótrúlega hluti og síðan höfum við engla, síðan bara sýnin búin. Og það koma englar og að spjalla saman og þegar það búið þá kemur Gabriel og útskýrir fyrir Daniel hvað þetta þýðir. Ég ætla að taka ekki vers fyrir vers allan kaflan í gegn, heldur ætla að taka saman útskýringuna og sýnina sem hann fær. En þetta heyrir Daniel þegar sýnin búin. Það talað við hann, Gabriel segir við hann, skildu það mannsbarn að þessi sýn var það síðustu tíma. Og ég greini þið frá því sem verða mun reiðinni linni því að sýnin varðar síðustu tíma, hann segir það 2 sinnum og endur tekur það. Þannig að sýnin á ekki, við getum búist við því, bara í upphafið, þú ert að fara í gegnum þetta hvað allt saman þýðir, að hún eigi ekki bara við langt aftur í tíman, heldur eigi hún líka við langt fram í tímam, alveg frá tíma Daniels. En við skulum byrja að fara bara í gegn. Á 3. stjórnarári Belsasars konungs birtist mér Daniel enn sýn eftir hennar fyrri. Ég sá sýnina var ég staddur í virkisborginni Súsa í Elams héraði og virtist mér í sýninni sem ég var staddur við flótið Úlæ. Svo Babylon á niðurleið svona aðeins og Persar á uppleið. En Daniel staddur í Elam að deginum til og Elam landsvæði á landamærun Babylon og Persíu. Hérna í mitt á milli, hérna Babylon borginni hérna og hér eru Persanir og Elam svæðið þannig á milli á landamærunum. Stundum undiráði Babylonmanna eða Persa eða bara sjálfstætt. Og hann var færður í sýn nálægt ánni Úlæ sem bara rétt hjá Súsa, sem í Íran í dag, eins og sérð á þessu korti. En Súsa var mikilvæg borg og áðan, þegar ég var að lesa 1. vers, það var myndaði þegar Assýríumenn sigruðu borgina og það sést í eldslog á henni og fólk var að taka ránsfeng sinn. Og Nabonidus Babyloniukonungur, hann dvaldi svolítið mikið hér í þessari borg og einmitt þegar Persa voru að fara að taka yfir, þá flúðan þangað aftur tilbaka. Og hún var síðan eina vetrar höfuborgum Persaveldis og meira segja, þegar Alexander Mikli síðan kom 3. og tók yfir, bara gaman að sjá hvernig þetta fyrir á milli heimsvelda, þá hélt hann brúðkaup sitt þar í þessari borg og var þannig með fjölda brúðkaup á milli Persa og Grikkja. En það segir hana í 1. versinu, eftir hérna fyrri sýn í 7. kafla, hann fær nefnilega sýn í 7. kafla sem við förum í næst, sem svolítið lík öðrum kafla og þessum hér, það svona farið í gegnum svipaða hluti og við munum bera þær allar saman þegar við erum búin að fara í gegnum 2. kafla, 8. kafla og 7. kafla og sjá hvaða mismunandi áherslu það gefa. Það fara allar yfir söguna en fókusa á mismunandi hluti í lok hverra sýnar og veit alltaf meiri fókus á hvaða gerist í lokin. En Daniel, hann segir, ég leit upp og sá þá hrút standa milli mín og fljótsins. Tvíhyrndur var hann og bæði hornin há. Var annað horni hærra en hitt og hafði þó vaxið fram síðar. Ég sá að hrúturinn stangaði í vestur, norður og söður. Engin skepna fékk veitt honum viðnám og engin var sá að frelsa gæti nokkun undan valdi hans. Og hann fór sínu fram og óx honum áttur. Það þarf ekki að velta fyrir sér hvaða þetta þýðir því að
í útskýringun á sýninni þá fær Daníel að vita að tvíhendi hrúturinn sem hann sér táknar konungana í Medíu og Persíu. Nú höfum við Meda hérna í norðri og Persa aðeins hérna í suðri. Og Medar, eins og textin sagði, voru sterkari upprunalega, veittu Assýringu viðnám lengi vel á 9. til 7. öld fyrir Krist. En Persar komu síðan og þeir giftu sína milli Medar og Persar og undir Kírusi þá urðu Persar sterkari þráttur þeir komu síðari fram kannski. Og hann innlimaði Medíu í ríki sitt. Og í Daníels bók alltaf talað Medar og Persar sem eitt ríki. Hann skipti því aldrei upp í Medar og síðan einhver önnur táknmynd og Persar heldur með það sem saman og sér það sem sameina ríki. Og annað horni segir hann hafa verið stærra og muni þá Persar hafa verið svona stærra ríki á þessum tíma, enda núna kannski meira bara talað Persaveldi, ekki Med og Persa. En hann breiðir út ríki sitt í allar áttir nema austur, enda kemur hann sjálfur úr austri og sigrar í norðri og vestri og suðri sem að passar því að hann fer alveg og sigrar í Babylon hérna í vestri og Egyptaland í suðri og fer allarleið og tekur Lídíu hérna í norðri. En þegar þetta búið þá sér hann að meðan ég horfði á birtist geithafur úr vestri og barst hann yfir jörðina alla án þess að snerta hana. Sá hafur hafði horn mikið milli augnanna og hann stemdi á tvíhindarhrútinn sem ég hafði séð standa milli mín og árinnar og rann á hann af miklum ofsa. Ég sá hann renna á hrútinn og hamast gegn honum af miklu offorsi. Hann stangaði hrútinn og braut bæði horn hans en hrúturinn megnaði ekki að veita honum viðnám. Hann slengdi honum til jarðar og tróð hann undir og enginn var til að frelsa hrútinn undan valdi hans. Og aftur höfum við síðar í kaflanum, menn geta sagt og búið til sögur og sagt að þetta tákni hitt og þetta, en í útskýringunni sem hann fær segir hann að hafurinn sem að kemur merki annað ríki. Þannig alveg svo í Daníel 2 sáum við málmstyttu og málmenn táknuðu ríki, hér höfum við í Daníel 8. kafla og 7. kafla reyndar að táknmyndin fyrir ríki eru dýr. En hafurinn, geithafurinn, merkir konung Javans og stóra hornið milli augna hans táknar fyrsta konungin. Og Javans bara hebresk orðið við Grikkland, en það segir í gömlu þýðingunni, þetta nýrri hérna. Hinn loðni geithafur merkir Grikklands konung. Og stóra hornið, fyrsti konungurinn. Persar reyndu að færa út ríki sitt mikið, en þeir fóru áfram í norður, reyndu þeir að taka yfir Grikkland og það var mikið stríð þeirra á milli. Gekk kannski vel í fyrstu en þeir töpuðu. Grikki gleymdu því ekki og 100 árum síðar kom Alexander mikli og fram á sjónarhornið, fyrsti konungurinn, stóra hornið og fer hratt, þannig að það er eins og geitin snerti ekki einu sinni jörðina þegar hún fer yfir. Og kemur á heiftarlegum hraða og hittir hrútinn og trampar á honum. Og Grikkir undir leiðsögn Alexanders mikla unnu sigur á Persum og héldu sigurgöngu svona áfram alveg lengst inn eftir í norðvesturhluta Indlands áður en að herinn hélt tilbaka. Síðan segir Daníel: Geithafurinn óx mjög ásmegin, en hann mátti sín sem mest brotnaði horni mikla. Og í stað þess uxu fram 4 stór horn móti höfuð áttunum 4. Svo horni mikla brotnar eða mátti sín mest og Alexander mikli dó ungur þegar það kannski mátti sín mest og ríki skiptist upp á milli hans hersöðingja og í einhver áratugi börðust þeir sín á milli en þá urðu 4 ríki sem komu út úr því, eða 4 konungar og það segir hérna í Daníel 8:22, það brotnaði mikla hornið, en 4 uxu fram í þess stað og þetta þýðir að 4 konungsríki munu hefjast af þjóðinni en ekki erfa mátt hennar. Náttúrulega þegar það er ríki sem brotnar upp og er að berjast sín á milli, þá er skiljanlegt að það erfi ekki mátt hennar né breiðist út. En svona skiptist þetta upp og það má flokka þetta í 4 hluta, það er Makedónía eða Grikkland undir einu þeirra, Þrakía eða Þrakland og Íslandi, Thrace undir öðrum og síðan Sýrland og Babylon hérna, stærra svæði
undir Selekus og varð síðan langt og var konungsætt sem ríkti lengdi, og Ptólemy í Egyptalandi sem var líka langvarandi konungsdæmi. En geithefrinum óx mjög ásmegin, en hann mátti sín mest, segir að hornið hafi brotnað og í stað þess komið 4 horn, og síðan segir í 9. versi: af einu þeirra spratt enn lítið horn og óx stórum í átti suðurs, norðurs og landsins fagra. Þannig að það kemur nýtt afl fram, lítið horn, sem að fer gegn suðri og austri og, landsins fagra eða fegur landana. Þetta svona orð bara yfir Ísrael, sem prýði landana í gömlu þýðingunni. Fram að þessu versi eru flest fólk sammála hvað spádómurinn fjalli, en þetta útskýrt svo vel af Gabriel. En núna þegar kemur þetta litla horn, þá fær fólk að fá mismunandi túlkanir og greinist í mismunandi áttir hvað þetta tákni. Þau eru kannski fyrst að spyrja okkur hvaðan kemur þetta nýja horn. Það segir í stað þess uxu fram 4 stór horn mót höfuðáttunum 4, þessi hérna, sem á Grikkland splittaðist upp í, en af einu þeirra spratt lítið horn. Þetta litla horn sem kemur það af einum hornanna eða af einni höfuðáttinni? Hefur kannski að gera með að hvort við væntum þess að það sé bara nýtt ríki sem komi, eða hvort það sé eitthvað sem komi af þessum 4 konungum í Grikklandi. Það passar reyndar málfræðilega bæði, enda það þýtt eins og í okkar bara af einu þeirra, vísa náttúrulega til hornana, ekki af höfuðáttunum, því það myndi vera úr einni þeirra. En málfræðilega passa bæði, og í raun og veru passar það betur að segja að það vísir bara til nálagasta setningarleið sem á undan, sem væri höfuðáttin. Og úr einni af áttunum, úr vestri, myndi hornið geta komið og ráðist til suðurs, norðurs og til prýðilandana til Ísraels. Og ef við berum þetta saman við Daniel 2. kafla og 7. kafla sem við gerum á lokin, þá náttúrulega sést að það passar langt best. Þegar við erum búin að fara frá grundvöllin í Daniel 2. kafla sem gefur svona heildamynd, þá mæntum við hér eftir þetta, myndum við sjá Rómaríki. En það sjáum við hvernig þessu litla horni lýst. Þegar konungsríkin taka enda og mæli misgjörðina fylltur, mun illur konungur og lævis hefjast til að valda. Hér verið að lýsa litla horninu. Og vald hans verður mikið, þó ekki eigin ramleik. Mikill skaðvaldur verður hann og öll verk hans munu gangunum á óskum. Hann mun tortíma bæði valdhöfum og þjóðina heilugu. Slægðans mun tryggja vélbrögðum hans framgang. Hann mun hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötun, þeir ugga ekki að sér. Hann mun jafnvel etja kappi við höfðingjana, en honum verður stift og án þess að menn komi nærri. Þessi lýsing bara hér myndi segja að þetta passa betur við Rómaríki. En svona aðalega þegar þú ert að lesa og tala við fólk, þá þetta, og fræðimenn, þá þetta tvennt sem kemur til greina. Annarkvort þetta við Antiochus Epiphanes, sem var konungur kemur á konungsættinni eða annað sem tók við Sýrland og Babylóníu, alltaf með að byrja þetta fram, Selefisættin, eða þá þetta sé Rómaríki. Ef við skoðum bara þetta litla horn og hvernig það lýst, þá getum við kannski komið svona frekar auðveldlega af því. Fyrsta hrúturinn sem kemur fram, það svona ákveðin stigmögnun. Það talað að hann gerir mikla hluti, Persaveldi. En síðan kemur annað geithefur og hann gerir mjög mikla hluti. Og það Grikkland og kemur ennþá hraðar. Og síðan kemur litla horni og það segir að það óx stórum og náði til herskara himnana. Þannig að það svona eiginlega bara stigmögnunin ofar og ofar. Og þá spurning, passar það við einn konung sem að koma og gerði einhverja hluti en ekkit sérstaklega mikið, þannig að fæstir lærum hann í mannkynssögunni eitthvað svona sérstaklega, stendur ekkit upp úr. Ef að Alexander gerði mjög mikla hluti, þá er þetta erfitt að segja að hann myndi hafa gerð ennþá meiri. En Rómaríki, og það kemur næst og lengst, þá kannski passar það við svona í stigmögnuninni. En það segir líka í 23. versi að þetta muni koma við lok gríska veldisins. Það segir nefnilega þegar að konungsríkin taka enda, þessi hérna 4 horn, þá segir það,
og munu illur og konungur og læfist hefjast til valda. Antíokus var 7. af 27 konungum í Seleucid konungsættinni og sem að náði yfir alveg 250 ár næstu. Hann svona cirka í miðjum þeirra tíma, en Róm svona kemur fram og stígur og tekur yfir við lok gríska veldisins, þannig að það verðist uppfyllir þetta aðeins betur. Fyrir utan það, ef þú skoða bara, það segir að litla hornið það ræðst í suður, norður og á Ísrael, þá getur maður séð að Antíokus, hann fór og barðist til suðurs og sigraði hluta Egyptalands, en hann ætlaði að fara og vinna meira. Þá kom bara rómverskur hersöðingi eða diplomati og sagði, þú ferð bara ekki lengra hérna vinurinn, og hann hélt tilbaka, kom aldrei aftur til Egyptalands. Og hann sigraði smá til líka austurs eða norðurs, en gekk ekkert sérstaklega vel því hann dó í þeim bardaga. Og Ísrael, þegar hann varð konungur, þá var Ísrael hluti af hans landsvæði, en hann ofsótti það svo illa og fór svo illa með það og þeir gerðu uppreisn, Makkabeanir, og henti af sér oki Sýrlands og hann raun og veru glataði því landsvæði. Það segir frá því apokryfubókunum, ef við viljum lesa, Makkabeabókunum, það fjallar svolítið svona þær ofsóknir sem að þeir þoldu undir valdatíð hans. Það kemur mér að segja svona mikla sögur og eina þeirra hátíðum sem þeir halda alltaf. En Róm passar svona aðeins meira, það kemur stærsta hérna inn, stærra en næst síðasta veldi, það kemur við lok veldisins og það sigraði allar þessar áttir og náði yfir Ísrael, og þegar verið að tala í 23-25 versi sem við lásum áðan, að það hefði bara lagt hana í rúst, þá passar það því það á tímum Róma sem að Jerúsalem lögð algjörlega í rúst og musterið og allt. Allavega, en sjáum síðan hvað þetta litla horn gerir í sýninni. Og þá kannski getum við líka að sé hvernig þetta passar. Litla hornið óx og náði til herskara himnanna, varpaði til jarðar nokkru af herskaranum og stjörnunum og tróð undir fæti. Það atti jafnvel kappi við höfðingja herskarans, þannig að hinn daglega var afnuminn og hinn helgi dvalarstaður hans yfirgefinn og herskara var stemt gegn hinni daglegu fórn, hornið varpaði sannleikanum til jarðar og hafði árangur í hverju verki. Ef þú ferð aðeins að pæla í þessu, þá sjáum við það einhver breyting sem á sér stað. Landvinningarnir eru nýjir og öðruvísi, þetta fer gegn her himnana. Hvar á hnettinum finnur þann her? Hvar fór Róm þar í baráttu? Verst þessi tala að horni berjist gegn her himnana eða herskara himnana, stjörnunum, höfðingja herskarans og dvalasta hans og bara sannleikanum sjálfum. Þetta eiginlega fer frá því að vera lárétt árás yfir að vera bara beint lóðrétt. En þetta ekki beint landvinningar sem þetta á í lengur, heldur þetta orðið trúarlegs eðlis. Og ef þetta á við Rómaríki, hvernig má það vera að þetta sé trúarlegs eðlis? Þið munið eftir úr öðrum kafla, þetta fer eftir svona í sömu línur, Daniel 2:7-8. Gulli var Babylon og næst komu Medar og Persar og Grikkland og Rómaveldi. Það var hérna járnlegginir. En eftir að járnleggina þá kom fætur sem voru sumpart af járni og sumpart af leir og ég kalla þetta Rómarlíki. Það myndi koma eitthvað sem myndi halda hluta styrk þess en sumpartin veikt og breytast. Og málið að eftir að heiðna Rómarveldi þá kemur Rómarkirkja með völd eftir hrun og hún náttúrulega þá passar þetta fyrst þetta í trúarlegum skilningi. Fyrir lóðrétt upp og möti her himnana og varpa niður stjörnunum og stoppar ekki þar, heldur treðu þær undir að þetta sé við eitthvað sem tengist trúarbröðum. En þegar það segir að varpa niður stjörnum himnana, stjörnur sem notaðar yfir engla í þessu Opinberunarbókinni, passar ekki alveg að hann kasti þeim til niður og sé að traðka á þeim. Nei. Það segir í útskýringunni hvað litla hornið gerir að það mun tortíma bæði valdhöfum og þjóð hinna heilögu og slæðans mun tryggja vélabröðum hans framgang og hann mun hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötu
en þeir ugga sér ekki við, þeir ugga ekki að sér. Hann mun jafnvel etja kappi við höfðingjanna. Hann mun tortíma bæði valdhöfum og þjóðina heilögu, segir það. Þannig að stjörnunar séu kannski meira bara fólk Guðs sem hann ofsótti. Litla hornið sem sagt kemur fram þannig sem svona ofsóknarveldi. Og Rómaveldi sjálft ofsótti kristna, við höfum það hafa fyrst staðbundið og síðan í öllu Rómaveldinu, en ofsóknirna voru lengri og meiri undir hennum nýja fasa Rómar, hennum trúalega, og það er svona dágóður listi yfir það, hvað gerðist þegar að Róm var kristinn og það tekur við tími Rómarkirkjunnar. Við höfum svona marga svona ljóta sögu yfir það. Við vitum að krossferðina sem að voru gegn þeir sem voru trúvillingar í Miðausturlöndum, það kom kannski hugmyndin að því að fara gegn bara líka kristnum trúvillingum og í Frakklandi var murkalífið úr kristnum trúarhópum, albigensum og í Ítalíu valdensum á 13. öld og síðan var settur heill rannsóknarréttur til þess að koma að staði hver að trúa rétt og ekki og hann náði víða og gerði stundum ljóta hluti við fólk sem var trúað og var valdur þess að fleiri milljónum létu lífið. Og þetta náði víða til Holland, þannig að fólk var bara farið að flýja frá Evrópu til nýja heimsins til þess að hafa trúar frelsi vegna þess að það var svona ofsótt af þessu veldi. Og þetta svona passar, ef við tökum þetta þannig, við trúalega fasa Rómaveldis, það sem að Rómakirkjan gerði. En aðal óvinnu þess virðist samt vera að það etja kappi við höfðingjana. Og ef þú skoðar hana, hvað er þetta? Það átti jafnvel kappi við höfðingjaherskarans, þannig að hinn daglega fórn var afnumin og hinn helgi dvalastalur hans yfirgefin. Herskara var stemt gegn hinni daglegu fórn, hornið varpaði sannleikanum til jarðar og hafði árangur í hverju verki. Að etja kappi við höfðingja herskarans. Það gat náttúrulega ekki, ef að höfðingja herskarans talað sjálfan Krist og það sem verið að tala það sem að gerast á himnum, þá gat hann náttúrulega ekki gert honum harm, en fólk hans gat að gert harm. Orðið höfðingi hérna, eða prins, svona pólitísku titill, en notað í prestlegum hætti. Hann á sér dvalastað á himnum sem tengdur einhverju daglegu, hér er þetta þýtt dagleg fórn. Honum tilheyrir helgidómur og dagleg þjónusta sem þar fer fram, þannig að þetta ágreinlega við Jesú Krist. Og það segir að það varpa niður heilögum bústað prinsins og hann niður troðinn. Hvað táknar það? Er það að varpa einhverju byggingu bókstaflega niður? Þetta nú búin að vera alltaf í tákmálnum og tákmyndum hjá okkur. Þannig að hugmyndin ekki bókstafleg. Það varpar ekki niður bókstaflega helgidóminum af himnum. Það ekki líklegt. En það sem áður var talið vera á himnum núna varpa niður í augum manna og komið niður á okkar plan og núna hér vegna gjörða litla hornsins. Aðeins svona til þess að skilja kannski hvað er að tala, þá getum við séð að í Gamla testamentinu þá var mikið talað og snerist mikið líf þeirra í kringum helgidóminn sem var bara myndmál frelsunarinnar. Og þegar þeir voru að byggja hann, þá sagði Guð, þið skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra og skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúinu, eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég sýni þér. Svo Mósi fær fyrirmyndaði sem hann á að gera, sem hann sér, og hann byggir helgidóminn út frá því og síðan musteri byggt út frá því. Og Hebreabréfið segir í hérna að prestanir í Gamla testamentinu hafi þjónað eftirmynd og skugga hins himneska helgidóms. En hér í helgidómsþjónustunni í Gamla testamentinu, þar sem að menn fóru og fórnuðu og hlutu friðþægingu, þeir kannski höfðu gert einhverja synd og fóru þar með lamb og fórnuðu því og samkvæmt því áttu þeir að hljóta friðþægingu. En það var bara
ekki út af því að lambið bætti eitthvað fyrir syndir, heldur horfði það bara til Jesú Krist sem var hinn fullkomna fórn. Og eins og við sáum í Daníel 9. kafla þá gerði Kristur hvað? Hann afnam fórnarkerfið með dauða sínum, þannig að það var óþarfi. En Biblían talar að jarðneski helgidómurinn hafi verið byggður á fyrirmynd hins himneska og Jesú Kristi er lýst verandi í hinum himneska helgidómi. Þegar við lesum að í Hebreabréfinu höfum þann æðsta presti settist til hægri handa við hásæti hátegnarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinn er hennar sönnu sem drottin reisti en ekki maður. Þannig að þar er hann í sínum helgidómi og það sem við þekktum hér á jörði var bara skuggi og eftirmynd hennar sönnu tjaldbúðar eða helgidóms sem drottin reisti en ekki maður. Og þar er hann og biður fyrir okkur og gera sína náða þjónustu, fyrirgefa syndir og bænheyra. En vegna fórnar hans höfum við beinan aðgang að Guði og það er engin þörf fyrir milligöngumenn eins og prestana í Gamla testamentinu. En litla hornið sagði hins vegar og kenndi að meðalganga milli Guðs og manna væri þörf. Annaðhvort ferðu í gegnum prestana eða þú ferði í gegnum Maríu eða dýrlingana til þess að fá náð Guðs og til þess að ná sambandi þar. Þess vegna kannski kallað þetta eins og við segjum hent helgidómnum niður til jarðar og hann sé bara skilinn þar. Og því náttúrulega afneitu siðbótarmennirnir, eða stór hluti þess var að það er bara einn milligöngumaður milli Guðs og manna og það er Jesú Kristur. Og allir hafa beinan aðgang til Krists og Guðs, án inngrips kirkju eða prest sem setur sig þar á milli. En litla hornið það segir hafi olli því að hinn daglega fórn var afnumin. Þú lest þetta og segir hvað þýðir að hinn daglega fórn er afnumin. Nú, orðið sem er notarna fyrir daglega fórn er bara hebreska orðið tamít, fórn er ekki í textanum, og tamít eða hatamít, þýðir bara daglega eða hið daglega, eða varanlega þjónusta sem framkvæmdir í helgidóminum. Nú var það þannig í helgidóminum að það var tvöfald, það var hluti sem gerðist daglega og hluti sem gerðist árlega. Og daglega bara vísa til þjónustuna sem átti sér dag, á morgun og kvölds, það voru færða fórnir, það var alltaf fórn á altarinu til fyrirgefningar til staðar. Daglega voru tendruljósin í helgidóminum og daglega var olía sett á ljósastikunar til þess að væri alltaf til staðar. Daglega var reykilsfórninni haldið gangandi og bætt þar á. Og oft er í Gamla testamentinu tamít þetta hennar daglega nota sem bara lýsingarorð. Það er daglegt reykilsfórn, dagleg fórn, dagleg hitt og þetta. En hér í þessum texta er að nota sem nafnorð, bara hið daglega, en er oft þýtt sem daglega fórnin. Því er oft betra að kannski skoða þetta aðeins. Það er betra að þýða þetta með orðið sem nær yfir þetta allt. Daglega þjónustan sem prestur yndað hálfu Guðs í helgidóminum, það er bara sama þjónustan sem Kristur gerir innum himneski helgidómið og litla hornið er að reyna að herma eftir. Því það segir að þetta daglega sem hann er að gera á himnum, fyrirgefning syndana, biðja fyrir okkur og ganga sem meðgöngumaður til Guðs, hið daglega frá honum tekið, segir textinn. Og það er náttúrulega greinilegt að það er litla hornið sem tekur það af honum. Þetta er svona, það notur þolmyndana frá honum tekið. Og við sjáum það að þegar það er reynd að fá augu fólksins af Jesú Krist og hann þjónustu fyrir okkur yfir einhverja jarðneska þjónustu sem er staðgengil hér fyrir hann, það er svo daglega þjónusta sem hornið varpa niður. Ekki biðja beint til Krist, heldur byttu til dýrlingana eða Maríu, ekki fá fyrirgefninguna frá Jesú Kristu, heldur í gegnum prestinn og játaðu þar, ef þú ert nógu góður eða efnaði fá þér oflátsbréf eins og var selt. En fórn Jesú Krist samkvæmt ritningunni var í eitt skipti fyrir öll, fyrir menn og var bara samt daglega hjá honum var bara veitað á fyrirgefningu út frá það. En náttúrulega þegar þetta er verið að gera falska útgáfu þessu kemur inn eins og messufórnin þar sem fórnin er stanslaust til staðar.
ekki bara í eitt skipti fyrir öll. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að siðbótarmenn sáu líka og stóðu í gegn og sögðu nei, þetta þjónusta sem að Jesú Kristur veitir, ekki sem að við ættum að veita sem kirkja, og sagði að þetta ætti ekki við. En það greinilegt að þú fer að skoða textana, þetta 10-12 vers sem að lýsa litla horninu, að það eru deilur af trúalegum toga í gangi. Það eru trúarofsóknir, það er árás á persónu og þjónustu Jesú Krist, og það er verið að svona taka hana af honum, hún er tekið frá honum og sett staðgengilsþjónusta í staðinn. Og með því að beina augum fólksins frá himnum yfir á jarðneska persónustu sína, það var náttúrulega hlutaði sem að gerði miðaldakirkjuna og Rómaveldisins hluta af þessum fasa Rómar. En af hverju þetta eitthvað svona mikilvægt að vera að pæla í þessu? Þetta hefur náttúrulega að gera með frelsunar áform Guðs, hins himneska eða eftirlíkingunni sem er af því. Og síðan eru fleiri hluti náttúrulega sem koma inn í þetta. Það er frá Jesú Kristi sagt að við erum frelsuð af náð, ekki fyrir verk, og við getum lært og bara nálgast Guð í gegnum ritninguna, og þá er náttúrulega á móti því verkin sem að koma inn í þetta og hefðin, þannig að þetta verður svona tveir pólar sem eru svolítið á móti hvort öðrum. Kaflinn lýsir ekki hvernig þessu verður reddað, en sýnin endar á því að litla hornið, það gerði þetta, og það var bara giftudrjúgt, gekk bara vel. Miðaldakirkjan fór náttúrulega sigrandi vestræna heiminn og hægt og bítandi, þráttur hún væri að gera slæma hluti, og fólk hefur kannski sagt hversu lengi á þetta að ganga yfir, að hún geti gert þetta og fer bara sigrandi að gera hlutina. Og fólk, ég skil verið að margir hafa verið reiðir yfir þessu. Enda eru margir sem hugsa trúarbrögð og kristni sem ofbeldist trúarbrögð út frá þessu. En hér er þessari stofnun líkt sem ofsóknarveldi, ekki sannri kirkjuguðis, heldur einhverju sem að ræðist gegn, bara herskara himnana. Það mun ekki vera giftudrjúgt af eilífu samt, því að næsta vers segir, þetta mun endi taka, og það er ekki sagt í smáatriði reyndar, en 7. kaflinn sem við förum í næst lýsir því betur. Nú þegar þessi hluti sýnarinnar er búinn, þá kemur svona smá önnur sýn. Það segir, þá heyrði ég mál heilagra veru, og önnur heilug vera spurði viðmælanda sinn, hve lengi mun svo verða sem sýnin boðar, að hinn daglega verði afnumið vegna misgjörða, helgidómurinn yfirgefin og herskarinn fótum tróðinn. Og hann svaraði mér 2300 kvöld á morgna, þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Þegar sýnin er lokið, sér hann þess að 2 englar spjalla og þeir eru að segja hversu lengi á þetta ganga að þið daglega sé afnumið og að helgidómurinn sé fótum tróðinn. Svarið er 2300 kvölds og morgnar, þá mun helgidómurinn vera komin í lag eða verða hreinn á ný. Spurningin í 13. versi er hversu langan tíma á nær hún yfir, þessi sýn að varpa niður helgidómurinnum. Og hún á sér 2300 daga. Það er ekki litla horni sem á 2300 daga, það er bara innan sýnarinnar, en ekki bara það. Sýnin sjálf næri við Persa, Grikki og Rómarveldi í báðum fösum, og það gefur eitthvað svona sirka upp á spunktin, ekki satt. Ef hún næri við langan tíma, og hún næri alveg til endatíma, og hún byrjar einhver tíman á tímum Persa þegar hrúturinn kemur fram, þá myndi maður hugsa, ætli þetta byrja ekki einhver tíman á þeim tímum Persa. En kaflinn segir ekkit meira þessi 2300 ár, eða fyrir ekki daga. Svo hvað á maður að gera við þetta? Þegar sýnin er búin, þá er Daniel búinn að fá útskýringu frá Gabriel á fyrirhluta sýninar, litla hornið og hrúturinn og geithafurinn, en varðandi þennan tíma, ekkit svar. Nú við vitum að það er allt sem við erum að sjá fyrir svona myndmál í þessu. Dýrin tákna ekki bókstaflega hrúta, heldur stendur það fyrir ríki, og við höfum séð að hornið er ekki eitthvað horn, heldur stendur það fyrir ríki, og helgidómurinn er ekki kannski bókstaflegur, þetta er svona að vera að nota myndmál. Við höfum allt annað í kaflanum með tákgrænt, hví ætti tíminn að vera bókstaflegur. Í síðasta kafla sáum við 9. kafla, og allir eru næst í sammála því að
dagur þar táknar ár. Nú, og sín þessi spannar ríki Persa, Grikkja og Rómar og bókstaflega 2300 dagar sem að ná yfir sýnina, þeir ná ekki nema við bara nokkur ár á þessum tíma. Þannig að það allt myndi benda okkur, já, kannski tíminn sé táknrænn líka. Og við höfum dæmi það að það sé bara dagurinn tákni ár í spádómum. Í Esekiel, þetta er kannski svona annað, þá átti hann að taka dag fyrir ár hvern. Þegar voru 40 ár sem að þeir voru ranglátt, þá átti hann að liggja vinstri hliðin í 40 daga, svona sem tákmynd fyrir það. Og önnur svona slíki textar, en líka bara frá textanum sjálfum sjáum við þetta sé eitthvað táknrænni dagar. Og þá passar bara einn dagur, 1 ár frekar vel. Það er líka dæmi hérna í 4. Mósebók, en þetta er ekki sérstaklega við spádóm, þetta er bara að sýna sumstar í ritningunni, er þessi tenging. En við sjáum, eins og ég sagði síðast, að það er tenging á milli kafla 8 og 9 í bókinu, það er bara mjög greinilegt. Við sögðum áðan að 9. kafli, hann byrjar á því að það er einhver 77 vikur eða 490 ár sem eru sérstaklega tekin og klippt af. Og það er að sýna fram á tengingu á milli kaflana mjög auðveldlega, því að þessar 70 vikur, það er sagt að þessu klipptar af eða áætlaðar hans líf. Og orðið sem er notað, hatak, því að klippa af, þetta er bara notað einu sinni í Biblíunni, en það er að finna þetta á öðrum svona hebrískum ritum og það er oft að klippa eitthvað minna af einhverju stærra, klippa í umskurð, klippa forhúðuna af þyppinu, þannig að það er eitthvað stærra sem er tengt einhverju minna og það er klippt af. Þannig að það er hljómar við, þá er að klippa þessar 70 vikur af einhverju stærra. Hvað er stærra en það og hefur líka með tíma að gera? Ok, númer 2, það segir að Gabriel útskýrir allt 2300 dagana og í næsta kafla kemur hann til þess að útskýra fyrir honum sýn, en í 9. kafla er engin sýn, þannig að eftirvill er hann kannski að koma að útskýra fyrir honum sýnina 2300 dagana með því að segja hann frá þessum 70 vikun sem eru klipptar af þeim og gefur upphafspunktinn. Það er svolítið hann að myndi passa við. Fyrir utan það þá segir að í Daniel 9. kafla Gabriel kemur til þess að útskýra sýnina sem að við sögðum að það hefði ekki verið. Hann notar orðið mare. Nú eru 2 orð, þetta er svolítið merkilegt, ef þið fylgist með og sjáu þá svona, kannski verður þetta rökrétt. Það eru 2 orð sem eru notuð yfir sýnir í þessum köflum. Það er orðið hason sem er fellað svona oftast sýnir með táknrænum hlutum, dýrum og öðru slíku. Og síðan er orðið mare sem er svona sýn sem hefur með persónur að gera. Og sérstaklega er tekið fram í 8. kafla að fyrirhluti sýnunar með hrútin og geitina og litla hornið, það er kallað hason, passar, og 8. kafli með 13. og 14. vers er kallað mare. Nú, þegar Daniel er í 9. kafla að biðja og Gabriel kemur til þess að útskýra fyrir honum sýnina, mare, þá passar það fjalli í Daniel 8, 13 og 14 sem hefur með 2300 dagana að gera. En það segir í Daniel 8. kafla, þegar hann er svona lokakablans, og satt er það sem sagt var í sýninni, mare, kvöld og morgna, en þeirri sýn, hesón, skaltu leyna, því að hún er enn langt í að hún komi fram, eða það er sýnin bara öll dýrin og það. Mér Daniel var brugðið og ég mátt hann í marga daga og þá reis ég upp og syndi erindu konungs, en sýnin allir mér hugarangri og enginn kunni skýringu á henni. Svo af því að hann skildi þetta ekki með 2300 árin, þá segir að hann var eiginlega bara veikur af því. Og hérna sjáum við samt líka í sama kaflanum eru notuð þessi 2 mismunandi orð sýnina. Svo 70 vikunar sem við vorum með síðast og fórum yfir eru skornar af 2300 árunum eins og allt bendi til. Það var mjög auðvelt að reikna tímaramma út frá þessu. Við sáum hérna 70 vikunar sem eru hér, það byrja 457, ná hérna 69 vikur og síðan 70 vikur 34. Þetta verður aðeins farið í nota annað forrið til að gera þetta, en 2300 árin, ef að þetta 490 skorið af, þá er 810 eftir, þá bæti ég bara því við hér, þess vegna endaru og þess vegna hefur þessa dagsetningu 1844.
En hvað það sem að gerist í hreinsuninni? Það segir 2300 kvelds og morgnar eða dagar, þá mun helgidómurinn hreinsaður verða. Hvað þýðir það? Við hvað helgidóm á hann við? Hann á náttúrulega við þann helgidóm sem var búin að fara illa með í 11. og 12. versi, Litlahornið, himneska helgidóminn sem það kastaði niður. Og með því að gera slíkt þá reyndi það að taka yfir það sem himneski helgidómurinn einn hefði rétt á því að gera. Þannig voru eiginlega komnir svona tveir helgidómar sem voru í kappi, tvö frelsunar áform sem stóðust ekki upp, eitt satt og annað ekki. Tveir helgidómar og tvö mismunandi prestdæmi og einhver tíma verður gert upp á milli þessara tveggja hluta og hvort sé rétt og hverjar afleiðingar það séu. Það verður settur svona dómur milli þeirra. Og þessi dómur milli þeirra kemur fram í 2300 dögunum eða hreinsunin að þetta verður komið í samt lag. Því að eftir þann tíma mun vera bætt bara fyrir rangindi Litlahornsins og það það sem það snýst þegar segir að helgidómurum hreinsaði verða. Í dómunum kemur fram að hinn sanni prestdómur tilheyrir Kristi og hinn sanna helgidómsguðþjónusta fer ekki fram í sakramenti heldur í fórnardauða Kristi í eitt fyrir öllu og á himnum þar sem að Kristur prestur og þjónar. En lítum aðeins á þegar talað hreinsun helgidómsins þá notaði þetta orðana nýstak sem að ef þú ferð og lest mismunandi þýðingar þá allar með mismunandi orð. Og þegar þú sér svoleiðis þá það oft að því að orðið hefur annarkvort engin veit hvað þýðir eða þá að fólk veit hvað þýðir og hefur bara svo marga mismunandi merkingar. Og hér það. Þú sér þetta í mismunandi þýðingum að það að hreinsa, endurhelga, koma í samt lag af því að þetta svona regnhlifa hugtak sem nær yfir svo mikið. Oft með þess að hreinsa af ákæru eða vindicate. En helgidómurinn hefur verið óhreinkaður, tákgrænt, af Litlahorninu og verður hreinsaður með þessum hér, dómi. Og helgidómunum eins og hann var varpa niður tákgrænt verður hann endurreistur til himna. Í náttúrulega óeiginlegri merkingu ekki bókstaflega tekinn og endurreistur. En Litlahornið sem við sáum sem ofsóknarveldi trúarlegt gerði alls konar dóma náttúrulega í nafni trúar gegn hinum heilögu og hefur farið gegn himneska helgidóminum og nú mun sjást hvað rétt og röngu dómar hans verða snúið. Þannig verður helgidómurinn endurreistur og gerður hreinsaður kannski af allri ákæru. Það náttúrulega margir sem að efast réttlæti Guðs vegna þess sem hefur verið gert í nafni hans. Það ekki rétt hjá mér. Það voða típist og ég skil það mæta vel. Ég átti sjálfur mjög erfitt þegar ég var unglingur að ímynda mér að til væri Guð sem ætti kirkju hér á jörð þegar ég var yngri. Því að þegar maður las og heyrði og lærði í skólanum sögu kristindóms eða kirkju, sérstaklega miðaldakirkjunar, þá var það ekki sérstaklega fallegt. Og þess vegna hugsaði maður hvernig ætti Guð þessa fólks að vera ef það svona vont og fer með ofsóknum og bara harðaðis hendi í langan tíma. Það margt gott sem að kom með þeim en svona slæmu stimpil líka á sögunni. Þannig að orðspor Guðs hlýtur hnekki vegna þess sem að Litlahornið gerið og úr því þarf líka að bæta. Svo hver dómurinn yfir Litlahorninu vegna þess að það hefur gerst? Það kemur eiginlega ekki fram mikið. Þú sér það í næsta kafla sem við förum í eftir viku. En það að lokum ætla ég að benda fram að það margt sem tengi Daníel 8. kafla við aðra bók í Biblíunni og annan kafla í Biblíunni. Svona myndmál sem notað í 3. Mósebók. Svo þetta er furðulegt að hugsa að Daníel eitthvað 8. kafli spádómur helgidóm sem tengdur lögmálsbók. En 3. Mósebók náttúrulega lögmálsbók sem fjallar helgidóminn hinn jarðneska. Og við getum séð tenginguna hér að það er minnst á helgidóminn allan að 3 sinnum í Daníel 8. kafla og í 3. Mósebók algjörlega að fjalla þjónustuna sem fer fram hér. Það er talað hinn daglega í Daníel 8. kafla sem hugtak sem lýst hvað gert daglega hér. Það er notað hrút og geit sem ríki, bara þessi tvö. Það eru fórnardýr og það er bara einn staður í Biblíunni sem talaði þessi bæði fórnardýr á sama tíma og það er hér þegar það er friðþægingardagur, það er eina skiptið.
Í Daníel 7. kafla koma líka fram fullt af dýrum en þau eru öll óhrein og allt öðruvísi. Hér kannski líka ástæðan fyrir því að það bara ekki talað Babylon, þáttur hann sé ennþá á tímum Babylon, því hann minnist bara á þessi 2 dýr sem að koma saman hér. Það talað kvöld og morgna, ekki bara daga, hann segir 2300 kvölds og morgna sem tímaeiningu. Akkur nota hann ekki orðið dagur bara? Því að það líka svona nota í helgidómunum, kvölds og morgna eða morgns og kvölds eru alltaf farðar fórnir. Þannig að það og fyrir utan það, munið í upphafi verið að segja að Daníelsbók sé skrifuð á hebresku og síðan fyrir hún yfir á arameísku, og síðan skiptist hún aftur í hebresku hér þegar hún að tala 8. kaflan og með beina tengingu ekki bara við útlönd heldur þeirra eigin fórnarkerfi og helgidómin og það sem verið að tala þeirra eigin mál. En það svolítið bara flott að sjá þetta. En í helgidóminum, við höfum hann mikið hann í reikningunni, bara í annarri Mósebók, þegar þeir eru búin að vera í Egyptalandi í ánauð lengi, þá fara þeir þar út og Móse leiðir það út og eftir fyrstu 25 kaflanir fjalla bara það og síðan koma 15 kaflar sem að segja hvernig þeir að byggja helgidómin. Og Guð segir, skal byggja helgidóm sem ég megi dvelja meðal ykkar. Og út frá því, eftir það, þá bjó hann með þeirra og þá fór lífið þeirra að snúast þetta. Árið fór að snúast þetta, planað út frá því. Og í næstu bók, 3. Mósebók, þá sjáum við hvernig þjónusta þar og hvernig hún fór fram. Og við sjáum að hún 2 týpur, það daglegt og það árlegt. Árlega hefur að gefa með svona hátíðir, það páskanir og það laufskólahátíðin og allir koma alltaf saman á þeim tíma til Jerúsalem og fagna. Og það var ein hátíð sem stóð upp úr og hún svona endaði árið og lauk helgidómsárinu og það var friðþægingadagurinn. Eini dagurinn sem farið var inn í að þið allra helgasta í helgidóminum líka. En friðþægingadagurinn var sá dagur þegar daglegu fórnina fundu enda sinn þar. Það var alltaf verið að fórna og koma með blóðin í helga, en ekki á þeim degi þá að fara með blóðin í allra helgasta og hann var hreinsaður. Hreinsun helgidómsins sem við sáum líka hvar, í Daníel 8, þar sem talað 2300 dagar, síðan helgidómurinn hreinsaði vera. Þannig að við getum kannski séð hér beina tengingu aðra og séð hvað að gerast. Þannig að daglega kom fólk með dýri sín, það lagði hendunar á, játaði syndir sínar, slátraði þeim og það var brennt kannski og smá af blóðinu var tekið inn í helgasta og skvett þar fyrir framan reykelsisaltari og fyrir framan fortjaldi sem var hann á milli. Og daglega var alltaf svona sekt og síðan fór hann bara aðilinn út og allt í góðu með hann hafði hlotið sína fyrirþægingu eða fyrirgefningu. Út frá bara bendi og fórnina bentu bara náttúrulega til fórnandauða Krists. Og þar fór sektin og syndin inn í helgidómin og þess vegna þurfti að hreinsa hann árlega. Og það svona allan það sem þeir gerðu, tákrænt. Í spádómunum sem við lásum segir að litla hornið hafi tekið hérna daglegu þjónustu af Kristi með fölskum prestómi og fölskum fórnum og í jarðneska helgidóminum var það nefnitt stundum óhrein þegar það svoleiðis gerði. Í Gamla testamentinu þegar skurgo voru sett hérna inn eða prestar voru algjörlega ófærir að vinna vinnuna sína vegna synda, þá talið að helgidómurinn og sagt að hann var óhreinn vegna þeirra. Og það var tekið á því á friðþægingardaginn. Það þurfti að hreinsa hann vegna þeirra óhreininda sem hefur komið vegna þess. Það líka náttúrulega annað sem var þannig að það voru tvennt sem veldur því að hann orðinn óhreinn. Þegar syndinni yfirfærð af einstaklingi yfir á dýrið og blóðið tekið inn. Svo fyrirgefin synd færð af syndirinn í helgidómnin og það sést þegar að fórnin færð og hann hlaut friðþægingu og fyrirgefningu og hann þurfti ekki að bíða eftir henni friðþægingadegi til þess að vita fyrirgefningu sína. Frá þeim tíma sem fórnin var færð var honum fyrirgefið og hann góður. En friðþægingadaginn var sekt sem hefði verið tekin saman bara hreinsuð út. Og þetta var svona 1 dagur á ári sem var mikill hvíldadagur, enginn var að vinna, fólk átti að fasta, átti að hugsa út í hlutina, þetta var þeirra heilaðasti dagur
og hann snerist ekki að fyrirgefa og færa fórnir fyrir alla, heldur voru 2 fórnardýr valin, það voru 2 geitur. Önnur þeirra var bara valin og henni var slátrað og það var tekið blóð af henni inn í hið allra helgasta á náðasæti sáttmálsarkarinnar og allar syndir sem höfðu safnast yfir ári vegna hennar daglegru fórna voru teknar inn í fórn og var friðþægt fyrir helgidóminn sjálfan. Þetta bara að lesa 3. Mósebók 16. kafla og skoða þetta. En það segir að hann ætti að friðþægja þannig fyrir helgidóminn vegna óhreinleika Ísraelsmanna, vegna misgjörða þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syngað. Og eins skal hann fara með samfundatjaldi sem stendur meðal þeirra mitt í óhreinleika þeirra. Sko, þess vegna var engin kannski synd játuð yfir höfði þeirra geitar á þessum degi, því að það var ekki verið að fyrirgefa neinum, heldur var verið að þegar búið að því yfir árið fyrir sérkvenn og einn, heldur var verið að friðþægja fyrir hið helgasta og allra helgasta og altari og dagurinn snerist ekki fyrirgefningu syndana heldur eiginlega bara með höndlun þeirra. Og þegar þetta var búið og svona dagurinn var búið var þetta orðið hreint og hann var endurreistur til fyrra status og þá náttúrulega byrjaði bara nýr hringur í þeirra helgidómsári og næst dag kom einhver sem hefði gert eitthvað með fórn og hann var fórnað og blóð fært inn í hið helgasta. Hið helga. En það var svona loka athöfn, það voru 2 kindur, einu var slátrað og færð inn í hið allra helgasta með blóðið, en síðan segir, hann skal leggja hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs, hann ekki slátrað, og játa yfir honum öll afbrot Ísraelsmanna og alla misskilið þeirra í hverju sem þeir kunna hafa syngað og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út að eyðimörkina með manni sem til þessi ferðbúinn og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum á eyðimörkina. Þannig að það eins og þessi að búin að hreinsa alla fyrir friðþægingadaginn og svo hreinsaði helgidóminn og taka alla sektina, setja hann á þennan hafur, senda hann í burtu. Skiljið þess vegna það talað að það verið að eiga við hvernig þú ferð með syndina, ekki að vera endilega bara alltaf fyrir gefninguna. En hvað hefur þetta að gera með Daníel 8. kafla? Nú, ef að í 3. Mósebók 1. 15. kafla er verið að fjalla hið daglega, en síðan kemur fram hérna hið árlega það sem er verið að tala friðþægingadaginn, þá meikar að sensa í 8. kafla Daníels er verið að tala hina daglegu fórn sem er tekin í burtu á meðan þessi 2300 dagar eru búnir, eru á meðal þeir eru, en eftir þessa 2300 daga eða ár, þá mun helgidómurinn hreinsaði vera eins og hér. Þannig að það passar við það, svo tími sem kemur eftir þetta, hann samsvarar sér við friðþægingadaginn sjálfan. Í fyrirmyndinni er hreinsun helgidómsins við lok friðþægingadagsins og hreinsun hinn himneska helgidóms þegar að dómur byrjar eða þegar við lok þessara tímabils sem við enduðum í 1844. En hreinsaður af hverju? Breytir þetta einhverju? Jú, við lásum í kaflanum að litla hornið það teygði sig upp og óhreinkaði helgidóminn. Og eins og ég sagði, í Gamla testamentinu var bókstaflega gert með fölskum prestum og skurðgoðadýrkendum og innrás óvina sem helgidómurinn var óhrein. Og hér er það að himneski helgidómurinn hefur verið óhreinkaður og nafn Guðs og persónuleiki hans var slæmt orð á sig og úr þessu þarf að bæta. Og þar líka á friðþægingadeginum gerði meira en að hreinsa helgidómi vegna óhreinkunar falspresta og útlendinga. Hann gengur líka frá syndum sem voru fyrirgefnar úr helgidóminum og óhreinlingin og sektin eru flutt út úr honum og hreinsar þannig. Annars getum við kannski sagt bara meira þetta í næsta kafla þegar við fáum kannski annað lit á dóminn þar og hvað gerist. En ef við aðeins förum og pælum í því sem við erum búin að lesa og aðeins búin að skoða, þá vitum við á himnum eigum Jesú Krist, hinn réttláta sem okkar æðstaprest, það segir í þetta reikningunni. Og hann er það líka sem dómari sem að veiti þeim sem hafa ranglega gert træðilega hluti í nafni hans, þeir fá réttan dóm. Hann er líka það sem milligöngumaður milli fyrir þig og Guð.
Og við lifum núna með hann á himnum þar, eiginlega á hinum svona eiginlega friðþægingadegi, þegar bætt verður úr því sem rangt er. Þetta samsálar sig svolítið í versi sem við höfum í Opinberunarbókina, sem segir að það var hann að sjá annan syndibóða engil fljúga hákol himinsins, og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvís, tungu og lýð, og sagði: óttist Guð, gefið honum týrð því að komin er stund dóms hans. Tilbýðið hann sem gert hefur himin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Og þessi stund dóms hans sem er boðið þarna er sama við höfum séð í Daniel 8. kafla. Og ég verða bara fyrst að tala þetta, að spyrja ykkur, eru þið í sjálf, höfum að tala hreinsun helgidómsins og fórnarkerfið og svoleiðis, þú í sátt við Guð og menn? Eftir að hafa talað friðþægingadaginn, þegar var hreinsað til í Ísrael, það var allt núllsett, sekt syndana færð út og helgidómurinn hreinsaður, hefur þú leyft Guð að hreinsa þitt líf af allri synd? Syndinni er svona lýst sem uppreist gegn Guð í Biblíunni og lögmál hans. Hún veldur aðskilnaði frá Guði og það segir í ritningunni endanlegu launin að sé dauðinn. En hefur þú meðtekið fórnardauða Krist sem tók á sig þína synd, svo þú mættir sekur saklaus burt ganga? Ég segi bara hér eins og hann segir: eftir hverju erum við að bíða? Óttast Guð og gefðu honum dýrð, gefðu honum dýrðina því komin er stund dóms hans. Tilbiðjum hann sem að gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppsprettur vatnana. Næst munum við hittast og fara yfir Daniel 7. kafla. Þá munum við sjá aðeins betur kannski það sem við höfum ekki farið með í hér. Og það er eftir viku á 5. klukkan 8. Næst síðasti fyrirlestur heitir Skrímsla sín, mannkisagan, samkvæmt Daniel 7. kafla. Takk fyrir í kvöld.